þú veist, við lendum í áföllum og við erum með athyglisbrest og einhverfu og þunglyndi og kvíða og þú veist, erfðasjúkdóma og allan andskotan. Fólk hættir ekki, fólk heldur áfram að finna leiðinar áfram og allir lendi í ykkur lífinu þar sem að eitthvað slærða niður. Og það alltaf að taka smá tíma og sleikja sárin og hérna detta í Netflix og bjór og hvað. En ef þú ert mikið lengur í flestum tilfellum, ef áföllin ekki þeimul stærri, ef þú ert mikið meira en 2-3 daga eða sleikja sárin og stendur ekki svo upp og segir ok, við verðum að halda áfram, þá er eitthvað að fara úrskeiðis. Já, þetta líka maður að sjá ótrúlega einkennileg myndbönd á internetinu þar sem að fólk eitthvað að sko fagna greiningum. Það sem eitthvað, loksins púslið sem ég búin að vera að leita að hérna allan tíman og ég var bara einhverfur allan tíman og þar að leiðandi ég einhverfur og núna ég ekkert að gera í því. Maður eitthvað svona, þetta getur ekki verið farsarlaust fyrir þig nýja þá sem í kringum þig. Nei, sko, mér alltaf finnst þessi myndbönd svo skrítin á því leiti að þú með sko, ef þú fórst í greininguna, það var ykkur ástæða fyrir því. Þú sennilega varst búin að gera grein fyrir því í einhvern tíma, þurftir í greininguna. Svo líka annað, sko, ok, þú ert með einhvers konar greiningu eða þetta, sko. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.